Fundur er settur í bæjarstjórn Hornafjarðar, sveitarfélagsins Hornafjarðar, haldinn í Svaðasafni í Ráðhúsi. Þetta er fundur númer 287 og mætt eru undirrituð, sú sem hér stendur, Ásgerður Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Finnur Smári Torfason, varabæjarfulltrúi, er hér í fjarveru Ásgríms Ingólfssonar, Páll Róbert Matthíasson, Bryndís Hólmarsdóttir, Sæmundur Helgason, bæjarstjóri Matthildur Ásmundardóttir, starfsmaður fundarins er Bryndís Bjarnason og Tjörfi Óskarsson sér upptöku og útsendingu fundarins. Þetta er dagskrá upp á 20 liði hjá okkur í dag og við byrjum á fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 996 frá 15. júní síðastliðnum og orðið laust þá fundargerð. Björgvin Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls undir 4. lið, það er ráðning skólastjóra grunnskóla Hornafjarðar. Ég vil nota tækifærið og bjóða nýjan skólastjóra grunnskóla Hornafjarðar, hana Þórdísi Sævarsdóttir, innilega velkomna til starfa. Hún er Hornfirðingum ekki ókunn enda fædd og uppalin á Rauðabergi á Mýrum en flutti á Höfn og Miðsker unga aldri. Einnig vil ég að lokum þakka Þórgunni Torfadóttur kærlega fyrir hennar störf sem skólastjóri grunnskóla Hornafjarðar en hún hefur verið skólastjóri hans frá stofnun skólans. En við fáum samt sem áður að njóta starfskrafta hennar áfram en hún er eins og flestir vita tekin við starfi sviðsstjóra fræðslu og frístundasviðs sveitarfélagsins og óskum við henni velfarnaðar í því starfi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Fleiri sem vilja kveða sig hljóðs undir fundargerð 996. Svo er ekki, þá ber ég það fundargerð undir atkvæði fundarins. Þeir sem samþykkja, gjörðu svo vel gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 997 frá 29. júní síðastliðnum, orðið laust. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn. Það er í þessari bæjarráðsfundargerð liður sem heitir Óskum söfnun undirskrifta vegna breytinga á aðalskipulagi og deiliskipulagi í innbæ. Mér langar eiginlega að spyrja hvar þetta mál er statt. Mér skilst að það hafi tekið stuttan tíma að safna tilskildum fjölda undirskrifta. 20% atkvæðir bara sem þurfa á yfir 300 mann sem þurfa að skrifa undir en það tók stuttan tíma. Og til þess að knýja fram íbúakosningu þetta mál þéttingu byggðar. Ég langar semst að spyrja hvað málið er statt og þá hvað tekur núna við? Takk fyrir þetta, Sæmundur. Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Málið er þar statt að Þjóðskrá hélt utan þessa söfnun undirskrifta og ber ábyrgð á því að skila undirskriftalistanum til okkar. Við höfum ekki fengið neitt sent og ég hef ekki þessar upplýsingar sem þú hefur, Sæmundur. Þannig að þetta er bara fréttir fyrir mér. Þannig að við erum bara að bíða eftir að fá listan sendan og viðbrögð verða ákveðin í kjölfarið og þetta mál fær þó umfjöllun í bæjarráði þegar erindi hefur borist frá Þjóðskrá. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust. Kristján Sigurður Guðnason, gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn. Það er 9. liður í þessari fundargerð sem mig langar að leggja fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta.
Meirihluti bæjarstjórnar stendur heils hugar að baki þeim samningi sem gerður var útleigu Stekkakletts, enda eru fyrirætlanir leigutaka með uppbyggingu kvikmyndaiðnaðar, skapandi miðstöðvar, lista og kvikmynda að ganga eftir. Verkefnið er menningar- og nýsköpunarverkefni sem hefur nú þegar haft áhrif á atvinnu- og menningarlíf sveitarfélagsins með afgerandi hætti. Sveitarfélagið tekur til sín ábendingar ráðuneytisins þá þætti sem betur má fara í stjórnsýslunni, en bendir jafnframt á að ósjaldan fer vinnsla deiliskipulags og breyting á aðalskipulagi fram jafnhliða uppbyggingu þar sem það hefur ekki áhrif á grennd. Framfarir, nýsköpun og uppbygging er ekki alltaf hægt að sjá fyrir til lengri tíma og er því mikilvægt að geta brugðist við og stutt við verkefni sem efla og styðja við atvinnuuppbyggingu og mannlíf. Fordæmi er fyrir því að breytingar séu gerðar á deiliskipulögum með óverulegum hætti eða alfarið þó ný skipulög sé að ræða. Takk fyrir þetta, Kristján. Odd Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágættu bæjarfulltrúar. Það er mál númer 9. Meintrar ólöglegrar stjórnsýslu. Þarna er komið fram skýrsla frá ráðuneytinu þetta mál og ég misti nú af þessum bæjarráðsfundi þar sem þetta var tekið fyrir, en ég sé að Sæmundur Helgason hefur komið með góða bókun sem ég tek algjörlega undir með honum og bara til þess að svara Kristjáni hérna aðeins er að það er enginn að tala að vil ekki uppbygginguna. Það sem að deiluna stóðu var hvernig var staðið að þessu. Og í áliti ráðuneytisins kemur fram að við í minnihlutanum vorum að benda á, á það sem við vorum að benda á, voru eðlilegar ábendingar sem að skýrslan staðfestir fjárhagslega skuldbindingu upp á ótilgreinda upphæð fyrir byggingu á húsnæði. Það var ekki tekið fram þar og það er ekki gert ráð fyrir því í ársreikningi eins og ráðuneytið bendir á. Og þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar var ekki farið eftir þeim og reynt að réttlæta gjörninginn. Til dæmis var talað það að það þyrfti ekki að kostnaðarmeta þetta annars að sveitarfélagið væri svo vel statt. Og það var með þess að vitna í það í skýrslunni eða svarinu til ráðuneytisins að það hefði verið svo mikil hagnaður af A-hlutanum síðasta ári, 407 milljónum minnir mig, að þetta skipti engu máli. En ég vil bara benda á það að A-hlutin skilaði 57 milljónum á síðasta ári og það höldum því til hreina. Og líka var reynt að gera lítið úr bæjarfulltrúa minnihlutarins. Við gera hann ótrúverðugan með því að segja með þeim rökum að hann hefði skipt úr skoðun sem átti nú ekki við í þessu tilfelli. Og ég vona bara að meirihluti sjái það að sé í lagi að skipta skoðun og það er engin skömm að því. Og það hefði kannski verið betra í þessu tilfelli. Takk. Nú þakkum Halli Róberti fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls? Nei, enginn sem kveður sér ljós. En forseti setti hér inn nokkur orð og það eru fordæmi fyrir ýmsum samningum, til dæmis eins og samningurinn tjaldstæði sem er ekki alveg á góðum stað, en kannski ekki að hafa orðum það frekari. En það var annar meirihluti sem gekk á því. Fundargerð Bæjarráðs Hornafjarðar 997, orðið laust. Fleiri sem vilja taka til máls. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel.
Forseti, góðir fundarmenn. Að gefnu tilefni af því að við erum að tala þetta mál nr. 9, ég ætlaði nú ekki að tala undir því máli en af því að fulltrúi Ásgerður forseti bar hérna áðan saman deiliskipulagsgerðina eða sem sagt samninginn tjaldstæði og þennan samning. Þá nefnilega það búið að benda á þetta áður að það einn reginmunur á þessu tvennu, að þegar að samningurinn tjaldstæði var gerður, hvað sem okkur má síðan þykja hann, þá var það að lokinni deiliskipulagsvinnu. Það akkurat það sem var verið að benda á hér, að við ættum að klára deiliskipulagsvinnu áður en við færum til þess að setja fram samninga. Það stendur í raun og veru enn sú ábending. Þannig að mér finnst hæpið að bera saman samninga út af þessu, að deiliskipulagsvinnan henni var lokið með tjaldstæði þegar að sásamningur var gerður, en hér var ekki deiliskipulag fyrir hendi og ábendingin var einmitt það. Já, ég ætla að taka þess með stjórninni og takk fyrir þetta Sæmundur og orðið laust. Ásgerður, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar. Já, það ýmislegt og það náttúrulega verið að benda á fleiri þætti í þinni ábendingu sem náttúrulega farið vel yfir af hendi ráðuneytisins. Og það auðvitað ýmislegt þar sem að bara alltaf hægt að taka til sín og vinna með. Þannig að við gerum það og í sveitarfélagi bæði og bæjarfulltrúar og aðrir. En það sem líka bent á þarna, og ég átti ekki við í rauninni deiliskipulagið, því að tjaldstæði náttúrulega ekki ný starfsemi sem var að hefjast á þeim tíma. En það alveg bara mörg dæmi það. Það einhver uppbygging sem fer af stað og hún ekki séð fyrir, þannig að það það verður oft þannig að það verið að vinna deiliskipulag, aðalskipulag og gera ýmsar breytingar samfara því að hugmyndir koma upp og annað slíkt. En ég held að þetta liggur allt fyrir og skjalið liggur fyrir og ábendingarnar og þannig að ég bara meirihlutinn Framsóknar, kannski ágætt að bæta því inn í bókunina, að meirihluti fulltrúa Framsóknarflokksins í meirihluta í bæjarstjórn. Þannig að ef að fundarritari tekur það niður, leggja frá sér þessa bókun og við erum stolt af þessu verkefni sem þarna fór af stað. Og þannig að það bottom line í máli. Takk fyrir þetta Ásgerður. Orðið ennþá laust undir 997 bæjarráðsgerð. Það enginn sem kveða sér ljós, þá leggja hana undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að rétta upp hendi. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Og næst það bæjarráð 998. Orðið laust. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Á þessum bæjarráðsfundi voru lögð fram áform eða það voru lagðar fram hönnunarteikningar Miklagarð. Þetta eru mjög athyglisverðar teikningar og margt mjög gott þær að segja. Það nú eiginlega gaman að geta fara sýnt þær hérna á fundinum og mér finnst það mikilvægt við áttum okkar að því hvað svona áform, þetta eru mjög spennandi áform, en þá vil ég sjá það fyrir að hvað svona áform geta kostað. Því það þarf að gera vel ígrundaða kostnaðargreiningu á þessum hugmyndum og það kostnaðargreiningar sem hafa verið gerðar þessi 8 ár sem ég hef fylgst með málinu Miklagarð. Þá hafa þessar tölur verið mjög á reiki. Þær hafa sumar verið bara að það kosti bara einhverja 20 milljóna að gera upp Miklagarð og svo hef ég séð tölur alveg upp í 700 milljónir og jafnvel milljarð. En til þess að við getum tekið alvarlega þessa hugmynd sem mér finnst góð, þá verðum við að átta okkur á kostnaðina.
Og það er þá annað sem það var að vísu rætt á fundinum að bæta við þessa fínu hugmynd og var einmitt nefnt á þessum bæjarráðsfundi að það er að lóðin verðandi, lóðin sem er þarna aftan við Miklagarð, að hún getur verið hugsuð í samhengi við hugmyndunar Miklagarð. Og það var náttúrulega tveggja hæða hús á þeirri lóð eins og verðandi sem var. Og þá væri mögulegt að leysa stærsti hluta þarfi byggðasafns með því að byggja á lóð verðandi að hugsa það í samhengi. Og það er nefnilega í þessari hugmyndu Miklagarð þá er byggðasafni að mínu mati, eða sko í þessari hugmynd bara lítill partur af hugmyndinni. En með því að spyrða verðandi húsið við eða verðandi lóðina við þá getum við búið til afar fína safnaaðstöðu á besta stað í bænum á Hafnavík Heppusvæðinu. Takk fyrir þetta Sæmundur. Orðið er laust. Kristján Sigurður Guðnason, kjörsvöld. Forseti fundarinn. Það er atvinnu- og menningarmálanefnd þarna undir og það er annars vegar langar mig að þakka þeim fyrir sem komu að humarhátíð og taka undir þar sem að atvinnu- og menningarmálanefnd setti frá sér, að þakka þeim sem að stóðu að humarhátíð og komu að með einum og öðrum hætti fyrir humarhátíð. Hún tókst að mínu mati mjög vel miðað við erfiðar aðstæður. Þetta eru erfiðar aðstæður sem við búum við núna. Einn daginn þá má allt og næsta dag þá má ekkert, þannig að það er erfitt að skipuleggja langt fram í tíman en enn og aftur kærar þakkir þeir sem stóðu og komu að humarhátíð að einhverju leyti. Varðandi Miklagarð þá verði ég aðeins og er sammála Sæmundi í því að það er, mér finnst þessar teikningar sem hafa komið fram núna, mér finnst það mjög áhugaverðar. Og þetta með verðanda þarna og tengja það og geta sett þar báta inn í og þarna verði svona köld geymsla, einnig hvernig rýmið er opnað niður að hluta til. Mér finnst þetta mjög áhugavert og skemmtilegt og vonandi tekst okkur að vinna þetta nokkur hratt, en það er alveg satt líka, við þurfum að átta okkur á því hvað þetta kostar og á hvaða hraða við ætlum að vinna þetta, en að mínum mati þurfum við að vinna þetta svolítið hratt. En það er líka, nú er húsið orðið vatns- og vindtelt og í haust á að fara í rafmagn og eitthvað fleira innan hús. Þannig að á næsta ári og við verðum að hafa kjark í það í næstu fjárhagsáætlunargerð að setja svolítinn pening í Miklagarð svo við getum haldið það. Takk fyrir þetta Kristján. Matthildur Ásmundardóttir, kjörsvöld. Takk forseti og bæjarfulltrúar. Það aðeins að fá að taka þátt í þessari umræðum hönnun Miklagarðs. Það er óskað eftir kostnaðar áætlun fyrir framkvæmdina. Mér langar aðeins að útskýra bara hvar málið er statt. Að í dag erum við að vinna þessa hugmyndavinnu í takt við ákvarðanir atvinnu- og menningarmálanefndar starfsemi sem á að fara fram í húsinu. Og þetta voru svona fyrstu hugmyndir sem arkitektin lagði fram sem að bæjarráð og atvinnu- og menningarmálanefnd var bara ánægð með og eins varðandi hugmyndir verðandi lóðina sem eru mjög áhugaverðar og spennandi. Það þarf að liggja fyrir grunn hugmyndavinna til þess að hægt sé að fara í þær framkvæmdir sem eru áætlaðar núna í haust varðandi rafmagn og fráveitu framkvæmdirnar og þess vegna er verið að halda áfram þessa vinnu með þessum hætti en það hefur ekki verið gerð kostnaðaráætlun ennþá en það er þetta voru fyrstu drög sem voru til umfjöllunar á þessum fundi þannig að loka kostnaðaráætlun mun ekki liggja fyrir alveg strax. Enda hefur bæjarstjórn tekið ákvörðun að vinna þetta mál í áföngum og koma húsinu í notkun hefur verið svona stefið í kringum umræðu Miklagarð og það verður markmið áfram. Safnið mun kannski ekki rísa þarna á næsta þarnasta ári við erum bara eftir að og þið hér bæjarfulltrúar
í tengslu við fjárhagsáætlun á hvaða hraða þessi framkvæmd verður unnin. En mér langaði einnig að taka til máls undir 11. lið þessarar fundargerðar 998 og það er undirbúningur byggingar nýs hjúkrunarheimilis og mér langar bara að fagna því að þessi framkvæmd er nú í auglýsingu, útboðsauglýsingu og þannig að við vonandi förum að sjá fyrir endan á þessari bið, löngu bið og vonandi fáum við ásættanlegt tilboð í þessa framkvæmd. Fleira var það ekki. Þakka bæjarstjóra fyrir. Og orðið er laust fundargerð 998 frá 13. júlí síðastliðnum og maður geta þess að þessi bæjarráðsfundur var haldinn í nýrri aðstöðu Sveitafélagsins upp á Víkurbraut 24 í húsnæði þar sem félagsþjónustan er koma inn og það húsnæði verður til sýnings og kynningar núna fljótlega, mikil starfsemi og góð þarna sem fer þarna inn. Enginn kveðið sér ljós, þá ætla ég að bera fundargerðina undir atkvæði fundarmanna. Þeir sem samþykkja gjöra svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það bæjarráð Hornafjarðar fundargerð nr. 999 frá 27. júlí síðastliðnum. Orðið er laust þá fundargerð. Það er engin hönd á lofti, þannig að þá ber ég að undir atkvæði fundarins. Þeir sem samþykkja gjöra svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og er það 1000. fundur bæjarráðs Hornafjarðar sem haldinn var 10. ágúst síðastliðinn. Orðið er laust þann merka fund sem við fengum köku og með blóm á borði. Það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þeirri fundargerð, þá ber ég hann undir atkvæði fundarins. Þeir sem eru samþykkir gjöra svo vel að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Og þá er það fundur 1001 frá 17. ágúst síðastliðnum. Það er orðið laust og enginn kveður sér hljóðs til þeim fundi, þannig að þá bara er ekkert annað en að greiða atkvæði. Þeir sem samþykkja þann fund gjöra svo vel að gefa merki og það er samhljóma samþykkt. Þá er 7. liður, það er fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 286 sem haldinn var 10. júní síðastliðinn í fundarhúsinu í Lóni. Hann er hér til kynningar og ef einhver vill tala um hann, nei, enginn, þannig að þá förum við í næsta lið. Það er liður 8, breyting á aðalskipulagi. Heppuvegur 6 og Björgvin Óskar Sigurjónsson fylgir því úr hlaði. Gjörðu svo vel, Björgvin. Takk fyrir. Forseti, góðir fundarmenn. Meginmarkmið með breytingu á aðalskipulagi er að reitur M1 miðsvæði stækkar og Heppuvegur 5 og hluti Heppuvegar 6 verða á miðsvæði í stað athafnasvæðis. Með breyttri landnotkun verður heimilt að hafa á lóðunum matvælaframleiðslu, iðnaðarframleiðslu, veitingasölu og listsýningar auk íbúða. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að tillagan verði send skipulagsstofnun og auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust. 8. lið. Einhver sem vil taka til máls. Svo er ekki, þá legg ég tillögu sem Björgvin lagði sér fram fyrir fundinn. Þeir sem samþykkja gjöra svo vel að gefa merki. Það eru 6 sammála samþykkt. Það eru það 9. liður, deiliskipulag Reynivellir 2. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að byggja upp ferðaþjónustu, gistingu og eða hótel. Nýtt þjónustusvæði VF 45 liggur sunnan þjóðvegar og er í landi Reynivalla 2. Markmið er að reisa hótel á svæðinu auk þess að styrkja þjónustu við ferðamenn og heimamenn svo sem með vöru og eldsneytissölu auk ýmiss konar afþreyingu
sem sé sölu á jökla á gönguferðum, leiðsögn og fleira. Tillagan var áður auglýst frá 29. janúar til 11. mars 2020. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Haust, Vegagerðinni, Náttúrustofu Suðausturlands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Minjastofnun og Veðurstofunni. Brugðist var við athugasemdum sem fram komu á auglýsingatíma. Á grundvelli umsagna var unnið mat á flóðahættu á svæðinu. Tillagan var í kynningu að nýju frá 15. júní til 29. júlí síðastliðinn. Endurnýjar umsagnir bárust frá Vegagerðinni og Veðurstofu Íslands. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Reynumfelli 2 og vísi því í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Það voru orðið laust þessa deiliskipulagstillögu. Enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þeir sem samþykkja tillögu að nýju deiliskipulagi svo er ekki að merki og það er samhljóma samþykkt. Liður 10, deiliskipulag Stekkaklettur. Björgvin Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að framfylgja markmiðum aðalskipulags eflingu byggðar, styrkja og auka fjölbreytileika atvinnu- og menningarlífs í sveitarfélaginu, gera listsköpun sýnilega, styrkja og efla menningu, sköpun og tjáskipti og hlúa að menningararfi samfélagsins. Búa starfsemi á staðnum fasta ramma í samræmi við áætlanir og markmið sem framkoma í tillögu nýtingu á Stekkakletti. Deiliskipulagið var auglýst frá 20. apríl til 1. júní 2021. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Vegagerðinni, Heilbrigðiseftirliti Austurlands og Minjastofnun. Brugðist hefur verið við umsögnum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag fyrir Stekkaklett, sendir það til umfjöllunar Skipulagsstofnunar og verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin, og orðið er laust. Hver sem vil taka til máls? Og svo er ekki, þá er atkvæðagreiðsla og þá samþykkja nýju deiliskipulagi fyrir Stekkaklett og senda það til Skipulagsstofnunar. Hver sem að samþykkir, gjörðu svo vel að gefa merki. Þeir sem er á móti, enginn sitja, tveir sem sitja hjá, Sæmundur Helgason og Bryndís Hólmarsdóttir. Og það var tillagan samþykkt með 5 atkvæðum. Og næsta mál á dagskrá er deiliskipulag Brunnhóll. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fulltrúar. Deiliskipulagstillagan var í kynningu frá 19. október til 1. desember 2017 og samþykkt í bæjarstjórn í mars 2018. Láðist hefur að auglýsa skipulagið í B-deild og því þarf að endur auglýsa skipulagið. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að skipulagið verði uppfært þar sem búið er að reisa byggingar á byggingarreitum B1 og B2. Lagnir fyrir varmadælu í jörð eru frágengnar og hreinsivirki fyrir frárennsli er frágengið. Ég legg til að bæjarstjórn samþykkja að auglýsa deiliskipulagstillöguna að nýju og vísa henni í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin, og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs en þeir sem samþykkja deiliskipulagstillöguna og fara í lögformlegt ferli, gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða 6 atkvæðum. Þá er það 12. mál á dagskrá, deiliskipulagsbreyting Lambleiksstaðir. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Skipulagsstofnun gerir athugasemdir við að deiliskipulagið sé auglýst í B-deild. Stofnunin telur að fjöldi gistrýma sé umfram það sem heimilt er í aðalskipulagi. Fallist hefur verið á athugasemdir Skipulagsstofnunar og brugðist við þeim. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir 80 gistrýmum en lagt er til að veitt verði heimild til að rýmka vikmörk frá aðalskipulagi í 88 gistrými
Í samræmi við heimild í aðalskipulagi getur bæjarstjórn úrskurðað vikmörk vegna fjölda gistirýma. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að birta auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda samkvæmt 42. greinar skipulagslaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykkja að birta auglýsingu B-deild, gjörðu svo vel að gefa merki. Og allir greiða atkvæði og samþykkja þessa tillögu. Það er þá 13. mál á dagskrá, fyrirspurn til byggingafulltrúa, Sandbakki 9 viðbygging. Þar víkur Finnur Smári Torfason af fundi til þessum lið og þeim næsta, 14. En óskað hefur verið eftir heimild til að byggja viðbyggingu við hús á Sandbakka 9. Er að ræða bil 19 fermetra sólstofu vestan megin húsins. Lóðin er á svæði C2 samkvæmt núgildandi deiliskipulagi miðbæjar, en þar kemur fram að hámarksnýtingarhlutfall er 0,3. Samkvæmt þjóðskrá er núverandi nýtingarhlutfall lóðar 0,34. Ekki eru sýndir byggingareitir á skipulagsuppdrætti. Grenndarkynning fór fram á tímabilinu 14. júlí til 11. ágúst. Engar athugasemdir bárust. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að heimila fyrirhugaðar breytingar á húsnæðinu án deiliskipulagsbreytingar. Orðið er laust þetta. Enginn sem kveður sér hljóðs. Það er þeir sem samþykja að það verði heimiluð fyrirhuguð breyting án deiliskipulagsbreytingar. Gjörðu svo vel að gefa merki. Og það er allir sammála. Það eru 6 atkvæði. Og 14. liður, þar er Finnur einnig fjarverandi. Það er tilkynning framkvæmd, Sandbakki 22, Sólskáli. Þar er sótt leyfi til að byggja við íbúð í raðhúsi á Sandbakka 22. Er að ræða 4,20 metra sinnum 3,50 metra sólskála, allt að 3 metra hæð. Lóð er á svæði 7.2 samkvæmt núgildandi deiliskipulagi miðbæjar, en þar kemur fram að hámarksnýtingarhlutfall er 0,3 samkvæmt þjóðskrá, en núverandi nýtingarhlutfall lóðar 0,46. Ekki eru sýndir byggingareitir á skipulagsuppdrætti. Samþykki íbúa raðhús liggur fyrir. Grenndarkynning fór fram á tímabilinu 14. júlí til 11. ágúst. Engar athugasemdir bárust. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að heimila breytingar á húsnæðinu án deiliskipulagsbreytinga. Og orðið er laust þetta mál. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykkja tillöguna gjörðu svo vel að gefa merki. Og það er samhljóma samþykkt, 6 atkvæðum. Þannig að Finnur kemur þá aftur inn á fundinn. Já, 15. liður á dagskrá, byggingarleyfisumsókn álagera 5, nýtt iðnaðarhúsnæði. Undir þeim lið víkur Björgvin Óskar Sigurjónsson af fundi. Þar er umsókn byggingarleyfi fyrir 355,7 fermetra iðnaðarhúsi á lóðinni álagera 5. Er að ræða ný framkvæmd. Ekki er til staðfest deiliskipulag fyrir svæðið. Grenndarkynning fór fram á tímabilinu 14. júlí til 11. ágúst. Engar athugasemdir bárust. Ég legg til að bæjarstjórn heimili byggingu á lóðinni án deiliskipulagsgerðar, enda er framkvæmdin í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að heimila byggingu á lóðinni, svo vil gefa merki, og það er samþykkt með 6 atkvæðum. Þá er það 16. liður og Björgvin Óskar kemur aftur inn á fundinn. Það er byggingarleyfisumsókn Garðsbrún 2 viðbygging, breyting á klæðningu, skipting glugga. Umsókn leyfi til að byggja við íbúðarhús á Garðsbrún 2. Er að ræða 15 fermetra stofu á neðri hæð. Einnig er sótt leyfi til að skipta glugga og hurðir og að endurklæða húsið. Fjarlægja núverandi plastklæðningu og klæða með litari báruklæðningu og lerki viðarklæðningu á afmörkuðum svæðum. Ekki er til staðfest deiliskipulag fyrir svæðið. Grenndarkynning fór fram á tímabilinu 14. júlí til 11. ágúst. Engar athugasemdir bárust. Ég legg til að bæjarstjórn heimili fyrirhugaðar breytingar á húsnæðinu án deiliskipulagsgerðar.
enda er framkvæmdin í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Orðið er laust, enginn kveður svo ljós, þeir sem samþykkja annan lið gjöra svo gefamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 17. mál á dagskrá, fyrirspurn til skipulagsstjóra, Heppivegur 2A, Íshúsið, viðbygging. Áform eru að byggja viðbyggingu við veitingahúsið Heppivegi 2A, Íshúsið pizzería. Er að ræða framlengingu hússins til austurs 4 metra, en viðbygging mun vera 2 metrum breiðari en núverandi hús. Ytra útlit hússins verður að öðru leyti óbreytt og lögð áherslu á að viðbygging falli að núverandi ásýnd. Óskað er eftir stækkun lóða til austurs inn að lóð verðanda 75 cm. Austurgafl hússins yrði þá glugga- og hurðalaus. Gert er ráð fyrir því að sveitarfélagi fái lóðina verðandi tilbaka, en umsækjendur eru upp með hana núna. Og ég legg til að bæjarstjórn heimili fyrirhugaðar breytingar á húsnæðinu og stækkun lóðar án deiliskipulagsbreytingar. Orðið er laust þetta mál. Enginn kveður svo ljós, þannig að þeir sem geta samþykkt þessar breytingar á húsnæði, stækkun lóðar, kjörsólgefamerki, það er samhljóma samþykkt. 18. mál á dagskrá, beiðni landskipti, Hagi. Erindi frá Snorra Snorrasyni fyrir hönd landeiganda að jörðinni Haga. Marta K. Grönvold Björnsdóttir, kennitala 160356 5539, óskar eftir að skipta lóð úr jörðinni Haga, landeignarnúmer L 15 94 82 og fasteignarnúmer F 21 80 192, útskipting á lóðinni Hagi 3, landeignarnúmer L 23 1921 úr upprunalandinu Land Haga, punktur. Land Haga 3 liggur allt innan upprunalandsins og á ekki landamerki á öðrum jörðum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki landskiptin og orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem kveður svo ljós, þannig að þeir sem samþykkja landskiptin gjöra svo gefamerki og það er samhljóma samþykkt. 19. mál varðar ákvörðun ráðherra starfshæfi sveitarstjórna og nýtt heimildarákvæði sveitarstjórnarlaga. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs og nefnda sveitarfélagsins verði nýttur fjarfundabúnaður ef nauðsyn ber til, eins og ákvörðun ráðherra gefur heimild til. Fundagerði verði staðfestari gegnum tölvupóst eftir fundina og ákvörðun þessi gildi þá afturvirkt frá og með 1. ágúst síðastliðnum til 1. október 2021, eins og heimilað er í ákvörðun ráðherra. Orðið er laust þetta. Það er enginn sem kveður svo ljós. Þeir sem samþykkja þessa tillögun gjöra svo gefamerki á þar 7 atkvæði, samhljóma samþykkt. 20. mál á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra. Gjöra svo vel, Matthildur. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar. Í dag er fyrsti fundi bæjarstjórnar eftir sumarfrí, en við Hornfirðingar höfum verið heppir með veðrið í sumar, þó hitatölurnar ná kannski ekki sömu hæðum á fyrir austan og norðan okkur. Þá hefur veðráttan verið einstaklega góð. Ferðaþjónustan lætur vel af sumrinu. Hér hefur verið mikið að gera á veitingastöðum, gististöðum og ýmis afþreyingarþjónustu. Tjaldsvæði verið þéttskipar og mikil aðsókn í sundlaug og golfvelli. Kórónuveiran heldur áfram að leika þjóðina og heimsbyggðina alla. Það voru sannarlega vonbrigði þegar veiran fór að dreifa sér á ný nú í júlímánuði. Nú er stór hluti þjóðarinnar full bólusett og því höfðu við væntingar til þess að nú væri þessu fári að slota. Sem betur fer hefur þó tekist að bólusetja svo marga sem virðist að minnstakosti skila þeim árangri að fólki veikist minna. Auðvitað eru það vonbrigði að bólusettir beri þó smitt. Þetta virðist þó ekki ætla að hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna en sem komið er að minnstakosti og vona ég að svo verði áfram, enda heyrist mér bókanir vera góðar fram eftir hausti. Fyrir rúma ári þegar veiran fór á flug á ný voru viðbrögðin önnur og það datt niður öll umferð ferðamanna, hvort sem var Íslendinga eða erlendra ferðamanna, strax eftir verslunarmannahelgi. Svo er ekki nú sem betur fer.
Líklega er þessi vágestur komin til að vera og við verðum að finna leiðir til þess að lifa með veirunni. Við þurfum að halda áfram að passa okkur, halda uppi öflugum sóttvörnum og fylgja þeim fyrirmælum sem okkur eru gefin af sóttvarnayfirvöldum. Aðeins að framkvæmdum. Mikið rask hefur verið í kringum framkvæmdir á Hafnabraut í sumar, en verkið er á áætlun þó það hafi komið upp ýmis vandamál. Nú er búið að helluleggja í kringum gatnamót Víkurbrautar og Hafnabrautar og heyrist mér íbúar séu mjög ánægðir með útkomuna. Í fundi bæjarráðs á þriðjudag var tekin ákvörðun að helluleggja alla leið að Ráðhúsinu en hönnunin gerði áður ráð fyrir malbiki. Það verður mikill sómi að þessari framkvæmd þegar henni lýkur en það verður í lok september. Það er eðli samkvæmt mikið rask í kringum þessar framkvæmdir við Hafnabraut en við þökkum íbúum og gestum fyrir alla þolinmæði og skilning á aðstæðum. Mikið umfang er í kringum framkvæmd sem þessa hjá starfsmönnum sveitarfélagsins og eins hjá verktökum. Á sama tíma er mikið að gera hjá öðrum verktökum í tengslum við hitaveituframkvæmdir og breytingar innanhúss hjá íbúum í tengslum við það. Framkvæmdir við Hrollaugsstræti ganga vel, allt samkvæmt áætlun. Unnið er áframhaldandi hönnun á Miklagarði, svo hægt er að vinna áfram að endurbótum í haust. Og í september hefjast malbikunarframkvæmdir við götur og gangstéttir. Starfsmannamál. Hér hefur áður verið komið inn á starfsmannamál í grunnskólanum á þessum fundi en töluverðar breytingar hafa orðið á starfsmannamálum hjá sveitarfélaginu og þá helst á fræðslusviði. En Þórgunnur Torfadóttir hefur nú tekið til starfa sem sviðsstjóri fræðslu og frístundamála og mun Ragnhildur Jónsdóttir láta af störfum næstu mánaðamót. Nýr skólastjóri í grunnskóla Hornafjarðar, Þórdís Sævarsdóttir, hefur tekið við af Þórgunni. Og í júní létu nokkri starfsmenn af störfum í grunnskólanum og er einstakt hversu hár starfsaldur hverfur á brott eða rúm 100 ár. Eingöngu úr grunnskóla Hornafjarðar. Í grunnskólanum í Hofgarði hefur Hafdís Roysdóttir tekið við sem skólastjóri og á sama tíma lét Brynja Kristjánsdóttir af störfum eftir langan starfsaldur við skólann. Og vil ég nota tækifæri hér og þakka þeim sem hafa látið á störfum kærlega fyrir þeirra störf og jafnframt bjóða nýja starfsmenn velkomna til starfa. Leikskólamál, þau hafa verið til umræðu eftir að erindi barst bæjarstjóra varðandi inntöku barna. Í lok síðasta kjörtímabils var flutt inn í nýja leikskólan Sjónarhól og þar er aðstæða til fyrrmyndar. Starfsemi leikskólans hefur gengið vel undanfarin ár, tekist hefur að fullmanna stöður, en á síðasta ári var skrifað undir kjarasamninga sem hafa breytt verulega starfsumhverfi starfsmanna leikskólans með fjölgun undirbúningstíma og styttingu vinnuviku. Það er áskorun að innleiða slíkar breytingar á sama tíma og sveitarfélög landsins hafa þurft að takast á við tekjuskerðingu og erfiðan fjárhag vegna COVID. Á fundi bæjarráðs fyrir viku síðan var samþykkt að fjölga starfsmönnum í leikskólanum meðal annars vegna þessara breytinga ásamt því að þörf er á aukinni stuðningsþjónustu. Nú er verið að vinna því að taka inn eldri börn sem voru á biðlista í júlí. Í vetur mun fræðslu og tómstundanefnd vinna að því að greina betur húsnæðisþörf skólans með tilliti til stærð árganga og reynslu undanfarinna ára. Áfram er áskorun að manna leikskólann með faglærðu starfsfólki en bæjarráð samþykkti í sumar nýja reglur eflingu leikskólastigs meðal annars til þess að auka við fagmenntun í skólanum. Víkurbraut 24 og velferðarþjónusta. Nú er framkvæmdum við Víkurbraut 24 lokið fyrir utan framkvæmdir á lóðinni sem eru að hefjast í þessum töluorðum. Starfsmenn eru nú að tínast inn eftir sumarfrí og eru fluttir inn í nýja starfsstöð. Nú eru því allir starfsmenn velferðarsvið komnir undir sama húsnæði. Það er starfsmenn fjölskyldu- og félagsþjónustu og starfsmenn stuðnings- og virkniþjónustu áður heimaþjónustudeild. Starfsmennirnir dreifðust áður á ýmsa staði í Ráðhúsið, Nýheima, skrifstofuhúsnæði frá Nettó, íbúð á Silfubraut, E-grunni og í Seli á Víkurbraut 24. Það er því mikil breyting að fá allt starfsfólk sviðsins á einn stað eða 30 manns og er mikil ánægja með húsnæði og meðal starfsmanna. Nýr forstöðumaður stuðnings- og virkniþjónustu tók til starfa nú í júlí, María Þórðardóttir, yfirþjálfi. Hún tekur við að Jörgunni sem mun fylgja eftir öðrum verkefnum á sviðinu. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum í vikunni að efna til nafnasamkeppni á húsnæði velferðarsviðs að Víkurbraut og má sendin tillögur á heimasíðu sveitarfélagsins og er tengill hér í minni skýrslu inn á þá könnun eða samkeppni. Þegar framkvæmdum á lóðinni verður lokið er fyrirhugað að halda opið hús og kynna húsnæði og starfsemina fyrir íbúum sveitarfélagsins.
aðeins af humarhátíðinni en hún var haldin í einstakri veðurblíðu humarhátíðarhelginni í lok júní. Ég var því miður fjarverandi þá helgi og gat ekki tekið þátt í hátíðarhöldunum en það var menningarmiðstöðin sem tók að sér að skipuleggja hátíðina með aðeins breyttu sniði enda var mikil óvissa sóttvarnar ráðstafanir á þessum tíma. Íbúar tóku vel í að bjóða upp á súpu í samstarfi við sveitarfélagið, Nettó og Skinnur Þinganes. Tónleikar voru haldnir á Móraveggpallinum þar sem nær 100 manns voru viðstaddir. Góð aðsókn var á viðburði laugardagsins og íbúar voru greinilega ánægðir með að geta fagnað saman. Ég vil þakka þeim sem tók að sér að skipuleggja og standa fyrir viðburði þessa helgi kærlega fyrir þeirra framlag. Vatnajökulsþjóðgarður. Það var haldin hátíð í Skaftafelli í lok júní þar sem UNESCO-plattinn var afhjúpaður og umhverfis- og auðlindaráðherra var afhent stefna þjóðgarðsins og einnig framtíðarsýn Skaftafells. Suðursvæðis mætti nær allt á svæðið og náðist mynd af öllum hópnum ásamt starfandi þjóðgarðsverði og aðstofamönnum hans. Það sjáum við hér í skýrslunni. 2 staðfundir hafa verið haldnir í stjórn, annar á Mývatni sem tilheyrir norðursvæði og hinn í Hólaskjóli sem tilheyrir vestursvæði. Og það er mikið að vera á suðursvæði, mikil aðsókn hefur verið í Skaftafell og Jökulsárlón þó fjöldi gesta náðu þó ekki sama fjölda á sumarið 2019. Mikill fjöldi Íslendinga hefur verið á ferðinni líkt og í fyrra sem er jákvæð breyting. Umfangsmiklar framkvæmdir standa yfir eða eru í bígerð á suðursvæði, svo sem fráveituframkvæmdir í Skaftafelli, bygging skemmu, uppsetning á fræðslutorgi í Skaftafelli, malbyggun bílastæði í vestari Fellsfjöru, göngustígagerð í Skaftafelli og einnig á Jökulsárlóni, nýtt burðsalerni við Heinaborgslón og margt fleira. Umfangsmiklar framkvæmdir í gangi. Höfum fengið einhverjar heimsóknir. Ég hitti fulltrúa þekkingarsetra af öllu landinu miðjan júní þegar þau heimsóttu Hornafjörð. Hér voru þau í minnstakosti 2 daga og héldu meðal annars kynningu á starfsemi þekkingarsetra hvers svæðis. Því miður komst ég ekki á kynninguna en mér skilst að starfsemi þeirra sé afar mismunandi eftir landsvæðum og því tækifæri til að læra hvert af öðru. Ég tók einnig á móti hópi Bandaríkjamanna sem voru á ferðum Ísland á vegum Fulbright á Íslandi. En hópurinn var að mestu skipaður kennurum og starfsmönnum í skólasamfélaginu. Hópurinn dvaldi í sveitarfélaginu í 3 nætur og á Íslandi í 3 vikur. Dagur var bjartur og fallegur líkt og myndin sýnir hér fyrir neðan eða til hliðar og hópurinn var heillaður á land og þjóð en þau fengu fjölbreytta afþreyingu í öllu sveitarfélaginu. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Mathildur. Þá er dagskráin tæmd og við frestum fundi fyrir mig yfir fundargerð.